prófa þetta í dag. Við þurfum að skerpa skilningavitan okkar. Ég var að æfa með IR á mínum yngri árum og var að æfa þar með ágætlega þekktum fótboltamenn í dag sem að margir myndi þekkja sem Eiður Smári. Senda hann á mig. Senda hann á mig. Hvað ertu? Þetta var ekki, þetta var aðeins fastar. Það voru allir saman á hann líka að ég verið betri en hann. Næsti góð, þetta kemur með hæðinni. Vil ég senda á þig? Nei. Og það var kannski ekkert mitt svona að segja frá því eitthvað endilega, þú veist. Helgi náttúrulega var betri heldur en Eiður Smári. Góðlega. Já! Býtu, sérðu? Sérðu hérna? Hjálmar, við erum ennþá með. Hjálmar minn, verðu með. Og hann skorar mark hérna í leik á Shell-mótinu á Akureyri. Nei, Vestmannaeyjum. Vestmannaeyjum? Bara, treystu mig bara. Og hérna, það sem að fær boltan svona inn í teignum, tekur svona við honum og snýr sig við og setur hann beint. Nei, þetta var í úrslitaleiknum. Sérðu það eitthvað? Nei. Lofaru? Ég sé að þú veist bara sólina, ég veit að sólin er... Ertu svolítið lifandi? Nei. Já, fyrir utan teik þegar ég fékk hann. Og ég tók kjólasaspyrnu og hún beint og ég skeyti slá henni inn. Og leið og hann fór í slána og þá bara heyrði ég bara utan að velli allt í hennu. Nei! Og ég leit strax við til að athuga hvað það væri. Eiður Smári. Eiður Smári. Þú ert ekki alveg eftir. Já, boltinn! Nei, ekki alveg. Treystirðu mér? Já, það. En treystirðu sjálfum þér? Já. Hvort treystirðu meira? Hvað myndið þú segja? Hjálmar, ég er að spyrja þig. Ég treysti þér. Hann kom, ég fór og gerði fagnið mitt eins og ég gerði alltaf. Hann kemur tíminn eftir leik, segir, wow, væri til að kenna mér þetta. Kannastu þetta? Já. Kannastu þetta? Mjög. Reyndar ekki fyrir utan teig. Mjög flott samt. Alltaf bara. Það sem hefur verið sagt og það sem að fólk hefur talað og mér hefur verið sagt það sem að... Eiður Smári er sko talað vera besti íþróttamaður sem Ísland hefur átt. Það er alltaf það. Já, það er rétt. Náði í boltan. Já, hann er þarna. Það var skilningafærin. Helgi náttúrulega, hann búið að vera að hringja þessa stelpu oft á dag og eitthvað hann búið að vera að hringja henni eitthvað einu sinni 2 ár og svo var hún komið með eitthvað annan gaur og það. Nei, og svo sagði hann bara við mig, Hjálmar, við verðum að fara í eitthvað verkefni og verðum að komast í landslið til að ná athygli og fá athygli hennar. Nei. Mér finnst æfingin í dag vera bara... Mér finnst Hjálmar ekki alveg hafa náð þessu eins og ég var að vonast til að myndi gera. Hjálmar, hann er langt frá honum. Það er svolítið erfitt að sjá menn sem eru svona ónæmir. Hann hefur enga skynjun, þú veist, eins og ég myndi hafa. Helgi! Já. Hann er rétt hjá þér, sko. Sjáu þið hann? Boltan? Já. Að sjá allir boltan, Hjálmar. Þetta er bara sorglegt. Það sjá hann allir nema hann. En ég meina, ég er ekki að gefast upp á hann, ég vil halda áfram með hann. Ég vil bara vinna með hann. Og í raun og veru, sko, bara skortur á skynjun, aðalega. Hann hefur hann ekki. Hefur ekki mjög góða skynjun með hlutan. Já, fannst ég ákvarðar. Þú veist, að fara í landslið og gera fyrir okkur. Og svo hérna vonandi hittum við Óla Stef og alla þessa gauðra og Guðmar Hrafnkels og hérna, þetta er bara, þú veist, vonandi er hún ekki byrjuð með þessu gauðra eða eitthvað.
ja, hún myndi ekki gera það, þú veist. Hún gekk nú ekki alveg sem skildi æfingin með að vera blindaður. Þannig að við mönnur náttúrulega bara prófa hvort þetta gangi ekki betur. Hvað segirðu gott? Nei, mátti ekki tala.